498. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17 19. apríl 2016. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Davíð Páll Viðarsson, Kristín Þótt Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Þótt Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Það eru 6 mál á dagskrá, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. apríl, Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. apríl, Númer 3 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 5. apríl, Númer 4 fundargerð velferðarráðs frá 7. apríl, Númer 5 tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til 2. málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga Númer 138 frá 2011. Númer 6 ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans fyrir árið 2015 og það er fyrri umræða. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. apríl síðastliðnum og ég vil vekja athygli á því að fyrsti liður sem viðræði við kröfuhafa, bæði sem þá B-liðurinn, hann til sérstakrar atkvæðagreiðslu undir lið númer 5. Orðalaust. Magnea Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það mál sem ég ætla nú að vekja athygli á nú ekki undir fundargerð bæjarráðs en með leyfi forseta að þá er sögulegur dagur í dag fyrir Guðbrand Einarsson, forseta bæjarstjórnar, en þetta hans 200. fundur í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem haldinn í dag þann 19. apríl. En hann satt sinn fyrsta fund sem sagt þann 5.7.2001 og var aðalmaður í bæjarstjórn tímabilinu 2002 til 2010 og svo kemur hann aftur til starfa í þágu bæjarbúa árið 2014 og hann Guðbrandur jafnframt sem eini sem hefur átt svona flott comeback í bæjarstjórn. Hann líka verið svo 8. í hópi þeirra sem hafa setið 200 fundi eða meira. En í þeim góða hópi eru Sveindís Valdimarsdóttir, Jóhann Geirdal, Ólafur Thordarsen, Árni Sigfússon, Þorsteinn Erlingsson, Björk Guðjónsdóttir og Böðvar Jónsson. Og fyrir hönd okkar í bæjarstjórninni og ég veit að ég tala fyrir hönd bæjarbúa allra að það óskum þér innilega til hamingju Guðbrandur og færa þess fallega blómbar og ég þess fullust að þú ert áfram vinna af heilindum og metnaði í þörf í þágu Reykjanesbæjar. Takk fyrir það. Já, já. Takk fyrir þetta Magnea, ég átti nú ekki von á þessu og vissi ekki einu sinni af þessu. Þetta kemur úr tölfræði Böðvars Jónssonar. Hann hefur verið að halda utan fundarsókn bæjarfulltrúa og frá ómuna tíð og þetta auðvitað bara gaman og gagnlegt að hafa vitneskju það. Þessa tölfræði sem birtist í þessum gögnum hans og verður okkur mikið virði í framtíðinni. Þannig að hafðu þökk fyrir Böðvar að nenna að sinna þessu. Orðalaust. Kolbrún Jóna gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir.
Ég ætla að mér langar svo óskamnum Haraldi Axel, nýráðnum skólastjóra Heiðaskóla, til hamingju með ráðninguna. Hann er vel að þessari ráðningu kominn og búinn að standa sig afar vel í starfi aðstoðarskólastjóra undanfarin ár. Til hamingju. Takk fyrir þetta, Kristín Jakobsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það er næstu uppselt í salnum. Það er gaman að sjá hvað margir mæta og en allt fúlt held ég farið úr fundinu þar sem að málið er kannski ekki á dagskrá eins og fyrir var ætlað. Varðandi fyrsta mál í fyrri fundargerð bæjarráðs. Það sem ég langar að koma að máli hér er þriðja mál í seinni fundargerðinni frá 14. apríl. Nefndarálit vegna bæjarmálasamþykktar. Lætur lítið yfir sér og það var aðeins lagt fram og vísa kannski í umræðu hér á fundinum. Þannig er málið vesti að ég var ósáttur við að fá ekki að tilnefna fólk af mínu lista, eða lista Framsóknarmanna í Reykjanesbæ eftir síðustu kosningar sem áheyrnarfulltrúa þrátt fyrir skýr og mjög skýr heimildarákvæði í samþykktum Reykjanesbæjar. Ég ætla að fara aðeins yfir málið og það var lagt fram minnisblað sem var með dagsett 30. mars 2016 og frá nefndinni og síðan er vitnað í ítarlegt álit lögspekings eða lögfræðings sem að fer yfir tillögurnar sem ég lagði inn þegar að auglýst var eftir, mér minnir að það hafi verið í ágúst, september eitthvað slíkt sem að var auglýst eftir tillögum við breytingar og þær urðu sára fáar, að vísu kom Böðvar með nokkrar og ég með all ítarlega og eiginlega glaði til að bylta í raun og veru samþykktunum sem að fór kannski svolítið öfugt onni hópinn, þennan hóp sem að vildi fá þessar tillögur og það eru skýr ákvæði það í lögum eða samþykktunum stjórn og fundarsköp Reykjanesbæjar sem að veita framboðum sem hafa einungis einn mann í bæjarstjórn, kosinn mann einn fulltrúa í stjórn bæjarstjórnina. Það eru skýr heimildi og það er túlkun annarra sveitarfélaga á nákvæmlega sama ákvæðinu að leyfa áheyrnarfulltrúum. Og ég taldi það alveg eina alveg örugt þegar ég tilnefndi það við fyrstu kosningu, eða kosningu á fyrsta bæjarráðinu að ég fengi, að Framsóknarmenn fengju áheyrnarfulltrúa allavega í eitthvað af nefndunum. En svo var ekki. Það var af lýðræðisást meirihlutans og minnihlutans líka. Þannig að þeir sátu hjá og síðan skrifar Böðvar Jónsson undir þetta minnisblað sem að er búið að geyma í skúffum ég veit ekki hvers, væntanlega hópsins, í heilt ár og ástæðan var að bíða eftir einhverju svari frá sambandi sveitarfélaga þegar þeir túlka þetta ákvæði sem er bæði í sveitarstjórnarlögunum og í samþykktum Reykjanesbæjar afskaplega þröngt. Ég ætla bara að minna í kosningabaráttunni og í stefnuskrám allra framboðanna kemur fram afskaplega mikil lýðræðisást á auki lýðræði eða bein leið til dæmis með leyfi fundarstjóra, með leyfi forseta þá langar mig að vitna í smá bein leið gefur það til að við viljum búa í samfélagi þar sem við getum treyst að hugsað hagsmuni allra íbúa, skoðanir þeirra skipta máli. Bein leið leggur áherslu á að hvetja íbúa Reykjanesbæjar til virkrar þátttöku í málefnum bæjarins með auknu samræði við þá og aðkomu þeirra að mikilvægum ákvörðunum.
Þetta á við alla nema Framsóknarmenn. Vantarlega eða bara meirihlutann eða ég veit ekki hvernig það er túlkað. En þeir Samfylkingin, hún boðar nýja lýðræði sín. Gera það stjórnsýslu bæjarins skilvirkari, opnar og gagnsærri. Íbúar Reykjanesbæjar eiga rétt á að vera upplýstir tengsl og hagsmuni kjörinna fulltrúa og stöðu bæjarins. Auðvelda þarf aðgengi að upplýsingum og gera bæjarbúum auðveldari að taka þátt í umræðunni, krefja svara, atkvæðagreiðslna við mikilvæg mál. Allir nema Framsóknarmenn. Frjálst afl, umhverfis og efla íbúalýðræði með auknum áhrifum íbúa á nærumhverfi sitt. Þau vilja búa í samfélagi þar sem við getum treyst að hugsa hagsmuni allra íbúanna og skoðanir þeirra skipta máli. Þetta er nú öll lýðræðisástin hjá meirihlutanum. Þeir byrja á því að leggja niður íbúaveginn og taka í staðinn upp viðtöl við forseta bæjarstjórnar við íbúa. Forsetinn fluttur úr eftir að það var gerðist, þá flutti forsetinn úr bæjarfélaginu og ég hef ekki rekist á auðlýst viðtal við núverandi forseta bæjarstjórnar við íbúa Reykjanesbæjar. Mér finnst þetta, eins og ég margoft sagt, og ég lofaði því að ég myndi koma í hvert skipti og nota hvert tækifæri þess að kvart yfir þessu. Þetta er óþolandi lýðræði. Það er ekki hægt að búa við það að eitt framboð í einu sveitarfélagi búi við annað lýðræði heldur en önnur framboð í svipaðri stöðu í öðrum sveitarfélögum. Það er að segja að það sé háð túlkunum meirihluta bæjarstjórnar að það skuli vera háð túlkun meirihluta bæjarstjórnar hvort að framboð sem er skýlaus heimild fyrir í lögum bæði sveitarstjórnarlögunum og samþykktur Reykjanesbæjar að framboð sem hafi einn bæjarfulltrúa skipi áheyrnarfulltrúa. En það er túlkun meirihlutans og það er óþolandi lýðræði. Að það sé túlkað þannig, það er túlkað þröngt. Og meiri segja lögfræðingurinn sem að fór yfir þessa tillögu mínar, hann bendir á það að það sé óþarf að breyta samþykktunum vegna þess að þetta er túlkunaratriði. Og þetta er óþarf, það er skýr heimild fyrir þessu að skipa áheyrnarfulltrúa og ég ætla að halda áfram að tala þetta við hvert einasta tækifæri sem ég fæ. Ég fari víða með þetta. Og mér þykir þetta miður að niðurstaða hópsins sem að tók þetta, sem er búin að liggja á þessu í heilt ár. Niðurstaðan að þær breytingar sem er einfalt að framkvæma, og þá aðalega þær sem snúa fundarsköpum og ritun fundagerða koma til framkvæmda með haustinu. Það er nú allt og sumt. Þetta finnst mér lélegt lýðræði og ömurlegt að vita til að meirihluti í bæjarstjórnar Reykjanesbæjar túlki þessar málsgreinar svo þröngt að það sé ekki heimild fyrir áheyrnarfulltrúum í það. Þrátt fyrir alla þessar lýðræðisáttir á málunum. Kristinn Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar, aðeins bara út af þessu máli því að ég satt í þeim hópi sem fór yfir málið ásamt fyrrverandi forseta Önnu Lóu Ólafsdóttur og Hirti Zachariasinni og síðar þá Ásbirni Jónsssyni og málið unnið í góðu samstarfi við Unnar Steinu Bjartar lögmann. Reykjanesbær fór í endurskrift á sínum samþykktum 2011 í kjölfarið á setningu nýra sveitarstjórnarlaga og var í forystu sveitarfélaga við að búa til nýjar samþykktir í samræmi við ný sveitarstjórnarlög sem átt að taka gildi og tóku gildi 1. janúar 2012. Rétt
það leyti eða nokkur mánuðu síðar að þá samþykkti bæjarstjórn nýjar samþykktir, fyrst sveitarfélag á Íslandi og sendi til ráðuneytisins til staðfestingar. Og eins og menn muna þá stóð samþykktin ansi mikið í ráðuneytinu og það var ekki fyrir 30. október 2013, það er búin 2 árum síðar sem að ráðuneyti samþykkti loksins þar samþykktir sem við höfum sendt inn frá sér. Nú í kjölfar kosninga 2014 og þá var eins og venja farið yfir það hvort ástæða væri til að breyta bæjarmálasamþykktum og kallaði fulltrúi Framsóknarflokksins eftir því og í kjölfarið að þá lagði formaður bæjarráðs fram tillögu það að skipaður yrði hópur sem að færi í gegnum þær hugmyndir og í honum voru eins og fyrir segir Anna Lóa, ég og Hjörtur Zachariasson og síðar Ásbjörn Jónsson. Nú niðurstaða hópsins var sú að stærsta atriði sem að þarna var fjallað var hvort að það væri heimilt að veita Framsóknarflokknum seturétt í stjórnum og nefndum sveitarfélagsins og það var afdráttarlaust niðurstaða bæði lögmanna og hópsins að sá réttur væri til staðar, það er að segja að það væri heimilt að leyfa honum en það væri hins vegar ekki skylt. Það er alveg skýrt í lögunum, það má gera það en það er ekki skylt að gera það. Hópurinn var nú tilbúið með þetta minnisblað eins og bæjarfulltrúi Kristinn nefndi en þá hafði hann vísað málinu til Sambands íslenskra sveitarfélaga til skoðunar og það þótti eðlilegt að bíða með að leggja þá minnisblaðið fram, minnisblað þessa hóps, þangað til að sambandi væri búið að fara í gegnum þetta mál líka og leggja þá sitt álit á það, hvort að það væri ástæða eða hvort að lögin væri svo skýr hvað þetta varðar. Niðurstaða sambandsins var nú svo sama og vinnuhópsins sem að hér starfaði, það er að segja að það væri ekki þörf á að breyta samþykktunum sérstaklega, það væri alveg skýrt í lögunum að þessi heimild væri til staðar ef að menn vildu heimila flokkum sem að hefðu seturétt í bæjarstjórn en hefðu ekki stærð og gæti ekki krafti stærða sinna krafist nefndasætis í nefndum að þá væri það heimild en það væri ekki skylt. Og bara aðeins vegna þess að bæjarfulltrúi Kristinn nefndi það að það væri sama lýðræðisástinn bæði hjá meirihlutanum og minnihlutanum og það var nú rétt að minna á það að þegar þessi tillaga var lögð fram af hálfu Kristinns að þá lagði nú Sjálfstæðisflokkurinn fram að það tillögum að ykkur væri heimilt að sitja í nefndunum en það ekki greitt fyrir það. Það væru eingöngu 5 einstaklingar sem að væru rétt skipaðir samkvæmt lögum og þeir væru þá á launum en ekki aðrir en þeir hefðu þá heimild eða Framsóknarflokkurinn hefðu þá heimild til að sitja nefndarfundina án greiðslna. En það var nú niðurstaða að gera það ekki. En hvora leiðina sem menn vilja fara, þá er alveg ljóst að það þarf ekki að breyta bæjarmálasamþykktinni til þess að það verði gert. Þannig að þetta var niðurstaðan, hún var í samræmi bæði hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og þeim vinnuhópi sem hér starfaði og bara aðeins að því að það kom upp í umræðum í bæjarráði, það var ekki búin að auglýsa þessa bæjarmálasamþykkt í B-tíðindum að þá að minnstakosti í tilkynningu innanríkisráðuneytisins frá 30. október 2013 þegar þetta var sendt til okkar að þá var það tilkynnt að samþykktin hefði verið send til birtingar í B-tíðindum. Þannig að ég reikna nú með að hún hafi fengið staðfestingu. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, ástæðan fyrir því að ég sendi erindi til Sambands íslenskra sveitarfélaga það var óskum að fá að breyta sveitarstjórnarlögunum, aðstoð frá þeim að breyta sveitarstjórnarlögunum til þess að þetta ákvæði væri ádráttarlaust. Það bara skýlaus réttur hvers framboð sem fengi kosin einn fulltrúa í bæjarstjórn að það framboð fengi skýlausan rétt til þess að tilnefna áheyrnarfulltrúa. Bara sem dæmi, hvaða sveitarfélög eru það sem að hafa bæði áheyrnarfulltrúa í bæjarráðunefndum? Það til dæmis Kópavogur,
í bæði bæjarráði og nefndum. Reykjavík hefur áheyrnarfulltrúa bæði í nefndum og borgarráði, Hafnarfjörður, bæði bæjarráði og nefndum, Ísafjörður, Akureyri, sama. En það túlkun meirihlutans í Reykjanesbæ, bæjarstjórn meirihlutans túlkun meirihlutans í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að þetta skuli ekki veðhafast hér í bæ. Þetta nú öll lýðræðisástin hjá virtum meirihluta. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kannski vondi maðurinn sem bar fram þessa tillögu að sem við studdum ekki Kristinn í þessu máli. En þetta kannski ekki alveg svona einfalt þó að Kristinn láti sem svo. En Kristinn þó áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og á launum fyrir hvert fund. Það fylgja engar skyldur það að vera áheyrnarfulltrúi. Hann getur mætt þegar hann vill og farið þegar hann vill. Sama gengur með nefndirnar. Við höfum rætt þetta sennilega 10-15 sinnum á síðustu 2 árum hérna og það var fallið stór orð í hvert einasta skipti lýðræðisástina. Ég ætla ekki að svara því meira en að við höfum fengið þetta mjög afdráttarlaust, bæði frá lögfræðingum sem og sambandinu, að þetta heimild til að skipa en okkur þetta ekki skylt. Orðið laust. Það enginn sem kveður þessu ljós fundargerð bæjarráðs frekar og þá ætla ég að bera það upp til atkvæðagreiðslu að frádregnum þessum lið sem ég nefndi hér áðan, þeir sem samþykkja fundargerðirnar, bennum að gefa merki. Það eru samþykktar 11-0. Þá tekið á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. apríl. Og ég vil, áður en að ég gef orðið laust, leggja það til að öðrum lið í fundargerðinni verði vísað aftur til ráðsins að þeirra ósk. Það áttu sér stað einhverjum mistökum sem að þeir vilja fá að fara yfir á nýjan leik. Og einnig vil ég benda á það að við þurfum að afgreiða 10. málið sérstaklega. Orðið laust. Fagnar Grísur. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Það hefur vart farið fram hjá neinum sem hefur farið yfir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, þá fundargerð sem liggur fyrir í dag og eins á undanförnum fundum, að það mikill og góður vöxtur í sveitarfélaginu okkar sem við getum öll verið stolt af. Við gerðum gróflega áætlun á því hversu mörgum lóðum og þar með talið þegar við hugsa ný deiliskipulag hefur úthlutað núna bara á undanförnum mánuðum í vetur og okkur taldist til að það væri svona tæplega 400 og það mjög ánægjuleg þróun og við erum að sjá líka eins og í þessari fundargerð að það meiri ásókn eftir lóðum til dæmis í Dalshverfi 1 og 2 og hérna höfum við dæmi að það eru sem sagt fjárfestingar og framtíðarsýn sem raunverulega knýja líka vöxt í sveitarfélaginu okkar og hérna skipulag þessara svæða átti sér einmitt stað á tímabilinu 2004-06. Það voru ákveðnar ytri aðstæður bæði hér á Íslandi við heiminum öllum, efnahagsurinu og annað sem að seinkaði þessari þróun en sem betur fyrir erum við að uppskýra í dag og sömuleiðis langaði mig til að nefna hérna varðandi ferðaþjónustuna að það ánægjulegt að það verið að vinna deiliskipulagi út við Reykjanesvita og sömuleiðis áhugi til dæmis á tjaldsvæðum öðrum þannig að þessi fundargerð kannski táknræn fyrir það að það eru bjartir tímar hjá okkur í Reykjanesbæ nú þegar og verður það örugglega áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Magnea. Það komin ábending frá fólki sem í salnum að við erum svo lágar, lítið lát og lágar, það heyrist illa í okkur. Þannig ég ætla að brýna það fyrir bæjarfulltrúum að við tölum þannig að fólk heyri í okkur.
Orðið laust. Haldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Til hamingju með áfangann, Guðbrandur. Ég ætla bara að taka undir það sem að Magna hefur komið inn á. Maður skoða bara dagskrárliði frá 1 til 12 að það er mikið líf í bænum. Það er margt að gerast. Sjáum þetta líka bara í bæjarráði, það sem eru marga beiðnir sem liggja fyrir hinn á þessa starfsemi. Menn er að spá mikið í gistingu núna. Skilst að á síðustu 10 árum þá hafi gististöðum fjölgað úr 7 í Reykjanesbæ í 70. Það sé nýjustu tölunar. Þannig að það er ýmislegt að gerast og þess vegna er ég sérstaklega ánægður með lið 14 sem fjallar eflingu miðbæjarins og þá vil ég bara brýna okkur enn frekar að þetta sé ekki bara í umhverfis- og skipulagsráði heldur að þetta sé verkefni allra bæjarbúa að lífga upp á Hafnargötuna. Þurfum fleiri hugmyndir og ferðamenn sem koma hingað, þeir ætla ekki bara að sofa hjá okkur, þeir ætla líka að njóta mannlífsins með okkur. Þannig að ég vil bara brýna bæjarbúa til verkefna við Hafnargötuna og í ferðaþjónustu almennt. Takk. Þetta orðið laust. Guðný Birna, gerð svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mig langar að byrja á því að óska Magnu til hamingju með afmælið og náttúrulega forseta til hamingju með blómin sín. Mig langar að ræða lið 8 sem var að Víkingaheima á Tjaldstæði. Mér finnst mjög gott að það hefur komið fram að rekstraraðilinn sem er komin í Víkingaheima hefur huga á að reisa það á Tjaldstæði fyrir Reykjanesbæ og ég trúi ekki öðrun að við munum taka vel í það og mér finnst þetta frábær hugmynd. Það eru líka aðra stórtækar hugmyndir varðandi sumarið en þetta er lið 9 komin upp hugmynd að reisa LED-skjá í skrúðgarðinum okkar til að horfa á fótbolta og vona ég að það standi að við getum notið sumarsins saman. Orðið laust. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, það er þegar að fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs eru upp á 2,5 síðu. Það sýnir það að það er einhver umsvif í bænum og mér skilst að það séu milli 300 og 400 lóðir sem er verið að fjalla í umhverfisráðinu sem er í dagskránni í Nýju Njarðvík og svo upp á Nikkalsvæðinu. Þannig að það er allt að gerast í Reykjanesbæ og voru ekki fréttir í dag fasteignasölur í Reykjanesbæ upp á 2 milljarða í síðustu viku bara, það síðasta mánuði. Þannig að það er allt uppi nema fjárhagur Reykjanesbæjar. Þannig að ég vonandi að þetta hafi allt áhrif á bæjarfélagið og ég fagna því að eins og bæjarfulltrúi Jóna Kolbrún, hún talaði tjaldstæði í Reykjanesbæ og það er bara gott. Það er nauðsyn á því að það var að Guðný. Það var Guðný Birna, Kolbrún Jóna, ok. En það er byrjað að fagna og það er skortur á þessu og það er greinilega, það sýnir nauðsyn þess, eins og kom fram í bókunum minni þegar að ég bókaði það að við ættum annaðhvort að leigja eða selja Víkingaheima. Fyrr kæmi engin þróunar. Þarna er náungi sem tekur við Víkingaheimum og er á fullu í að reyna að koma Víkingaheimum á kortið og ég held að hún sé að takast það. Og vonandi verður
verður framhald þar á og þetta eigi eftir bara eftir að þróast og stækka og verða þá einhverju víkingaþorpi eða einhverju þróunarverkefni sem hugsanlega gæti orðið miklu stærri heldur en þeir í dag. Takk fyrir þetta Kristinn, orðið laust. Guðjón Einarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú bara árétta eitt að ársreikningurinn sem við leggjum fram hérna á eftir sá besti á öldinni fyrir Reykjanesbæ, þannig að gleðja Kristín með það að fjármálin eru líka upp. En ég átti kannski ekki von á því að eftir að við tækjum við völdum að allt myndi laga svona mikið í Reykjanesbæ. Gaman að sjá það, allar þessar framkvæmdir og eignar hafa hækkað. Þökkum bara fyrir það. Magnea Guðmundsdóttir gerir svo. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Mér er aðeins að leiðrétta orðið mín hérna áðan að þegar við erum að tala um lóðirnar þá erum við að tala um lóðir sem hafa verið skipulagðar, þær hefur ekki öllum verið afhent úthlutað til einstaklinga en eru samkvæmt skipulagi og fyrirtækjum sem standa á því. Og annars, ég ætla að samgleðjast Friðjóni varðandi góðan árangur hjá Reykjanesbæ en eins og ég nefndi áðan að þá eru einmitt fjárfestingar jafnvel fyrri ára sem eru að knýja þennan vöxt sem við erum að njóta í dag. Takk fyrir það Magnea, orðið laust. Elín Rós, gerð. Góðan daginn, bæjarfulltrúar, virðulegi forseti. Mér langar bara til að lýsa yfir ánægju minni yfir þessari fundargerð því það er greinilega mikið að gerast í bæjarfélaginu í dag. Alls staðar verið að byggja eða breyta og gaman að sjá að ég bý nú inn í Njarðvík og maður sér að það eru góða hlutir að gerast þar, það er að lifna yfir og mikið að gerast í húsnæðum sem að hafa jafnvel setið tóm í langan tíma í bara mínu nánasta hverfi en mér langar sérstaklega að fjalla um lið 5 og lýsa yfir ánægju minni þar að bæjarbúar láti í sér heyra ef þeir eru ekki sáttir við nær umhverfi sitt eða það sem er í bígerð þar. Og bara ánægð með það að ráðið hafi tekið vel í það það sem að bæjarbúar voru að hafna. Þeir vildu ekki tvíbýli, það átti að breyta einbýlishúsum í tvíbýli, einhverjum ákveða mörgum lóðum og því var sem sagt hafnað vegna þess að það barst undirskriftalisti frá öllum íbúum Leirdals og Hamradals. Bara ánægð með íbúana og að gera láti yfir heyra íbúar í Reykjanesbæ ef það er eitthvað sem að þið kæri ykkur ekki ykkar nær umhverfi. Takk fyrir. Orðið laust. Það hefur enginn hvað sé ljóst, þá ætla ég að bera upp annan liðinn. Þeir sem samþykkja að vísa þeim liði til umhverfisráðs eru beðnir um að gefa merki. Það er samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkja 10. liðinn eru beðnir um að gefa merki. Þeir sem samþykkja fundargerð að öðru leyti eru beðnir um að gefa merki. Þá tökum við á dagskrá fundargerð velferðarráðs á 7. apríl. Mér langar bara svona í upphafi að því að við erum nú að gleðjast hér yfir mörgu að íþrótt fyrir gefið. Þriðja mál, íþrótt og tónstaráð frá 5. apríl. Takk fyrir að benda mér á þetta. Orðið er laust fundargerðina. Kristinn Jakobsson. Kristinn Jakobsson. Forseti, það sem ég vildi tala um hér þriðja mál það er inniæfingarstaða Golfklúbbs Suðurnesja og Búklúbbs Suðurnesja. Þeir hafa verið á hrakhólum og húsi sem var orðið afskaplega
dapurt og rifu ofan af þeim og síðan þá þau hafa verið bæði búklúbburinn og gólklúbburinn verið á hrakhólum og fundin staður núna í Íþróttakademíunni sem bara því besta mál. Loksins. Ég held þetta að sé eiginlega besta niðurstaða sem hugsast getur til þess að fyrir bæði búklúbbinn, eldri borgarana og einnig gólklúbb Suðurnesja sem æfingarstaða á veturnar, þannig inni æfingarstaða. Burt séð frá regni og vindum og þá þetta bara mjög gott. Einnig fjórði liður, ungt fólk og lýðræði, það að segja ungmennaráðstefna UMFÍ, við sendum þangað eitthvað af okkar fólki virðist vera. Þannig að það bara gott, við erum með sterkt ungmennaráð. Það er eiginlega skemmtilegustu fundinni sem við höldum hérna í bæjarstjórn, það er þegar við hlýðum á unga fólkið okkar koma með stundum geggjaðar hugmyndir sem allt í lagi, það nauðsynlegt og það bara gaman að því, en hérna áfram það. Takk fyrir þetta Guðni Birnir Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil koma upp undir lið 1. Það eru þar á dagskrá eina 5 umsóknir í forvarnasjóð Reykjanesbæjar sem að ég vil hæla hér og þetta alls konar umsóknir. Þeir eru að samþykkja fræðslur aðalega jafnréttismál, mikilvægi hvatningar, afleiðingar neyslu á kannabisefnum, þjálfun og skyndihjálp sem mitt hugarefni aðal og hrelliklám. Mér finnst þetta aðdánavert og vona að umsóknir halda áfram að fara þarna inn og bara fagna þessu. Kristinn Jakobsson kom fram undir lið 4 varðandi ungmennaráðið sem við hittum 2 ári og eru skemmtilegustu fundirnir okkar, þótt að sé gaman að sjá ykkur öll í það. Og svo langar mig að lokum að óskarinn til hamingju Jóhönnu Rut sem að vann Ísland gott talent. Hún nú búin að fá blóm frá bæjarstjórnum okkar en viljum óska henni endilega til hamingju með góðan árangur. Hún er ekki 14 ára gömul. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðni, orðalaust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ætla ég að bera fundargerðina til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja fundargerð Íþrótta- og tónlistarráðs. Ég bennum ekki að merki og hún er samþykkt 11-0. Og þá er komið að fundargerð velferðarráðs. Það sem að mér langaði að benda á í henni og kannski á því að við erum nú að gleðjast yfir ýmsu hér, það er það að þær tölur sem að snúa að framfærslu, þær hafa verið að lækka. Þetta segir okkur það að bara batinn í samfélaginu er að aukast. Fólk þarf ekki eins mikið á framfærslu að halda eins og áður. Flestir eru komin við vinnu sem er af hinu góða. Við vorum náttúrulega að glíma hér við alveg óstjórnlegt atvinnuleysi á tímabili, 14-15%. Og erum við núna að horfa á tölur svona í kringu 3% og þetta er bara mikill viðsnúningur og ánægjulegt að þetta skuli vera að gerast með þessum hætti. Og orðalaust, Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég vil eiginlega taka undir með forseta þennan lið. Þetta er svona ein birtingarmynd þess að það eru betri tímar og þá að mati bæjarfulltrúa Friðjóns gott dæmi það hvað gengur vel hjá meirihlutanum og við erum öll afskaplega ánægð með það. Það var ekkert. Ég vildi aðeins ítreka það sem að forseti nefndi að það er mjög ánægjulegt að sjá þessar tölur, þegar að framfærslan, þegar að fjárhagsaðstoðin er að fara þetta hratt niður. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að sjá þessar tölur koma svona sterkar inn, bæði þá varðandi fjárhagsaðstoð, framfærsluna, sama er húsaleigubætur og fjöldi einstaklinga, það fækkar samhliða. Ég var að spyrjast fyrir tölur frá 2014-13, fékk ekki þær tölur hreint en
en þær koma, en okkur sýnist þetta vera augljóslega mikilli hraðferð niður sem gríðarlega ánægjulegt. Ég vil þó benda okkur á að það eru 116 einstaklingar sem eru að njóta framfærslu. Það eru í janúar og í febrúar 128 og þetta eru auðvitað allt of stór hópur. Þetta eru einstaklingar, fjölskyldur sem eru undir fátækramörkum og við þekkjum það hér að það okkar verkefni að berjast til þess að þetta fólk fái stuðning og fái störf og það enn mikið verk fyrir höndum. Kristinn Jakobsson. Forseti, bara í framhaldi af ræðu bæjarfulltrúa Árna, að þá bara í störfum minni hjá Miðstöð símenntunar þá hefur komið í ljós að þörfin hópurinn sem eftir, sem væntanlega á framfærslu, þörfin hjá honum miklu þyngri heldur en hópurinn sem kominn í vinnu. Hann félagslega óvirkur og með alls konar greiningar og það þarf eiginlega þrekvirki til þess og kostar mikinn pening til þess að virkja þetta fólk eða koma þessu fólki áfram. Þetta svo kölluð, eins og Finnarnir kölluðu þetta týnda kynslóðin, sem bara, að vísu var þetta einhver 8-9 ár hjá okkur, en það var áratugur og ekki meira hjá Finnunum, en þetta kostnaðurinn við hrunið í rauninni, og sem kemur fram miklu seinna og á eftir að verða okkur þungur, en MSS eða Miðstöð símenntunar að taka á þessu með félagsmála yfirvöldum í Reykjanesbæjar og það gott, en við þurfum að halda vöku okkur á þessu. Þetta þarft og við þurfum að taka frá pening eða fé til þess að halda þessu áfram, þessu starfi. Takk fyrir þetta, Kristinn. Orðið laust. Það enginn sem að kveða sér hljóðs. Þá vil ég vera fundargerð velferðarráðs frá 7. apríl, þeir sem samþykkja fundargerðina. Hún samþykkt 11.0. Þá erum við komin á 5. liði sem tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til 2. málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Það hefur engum dulist það sem að búið að eiga sér stað hér í sveitarfélaginu undanfarin misseri og mánuði. Við erum búin að vera að vinna í langa tíma að endurreisn fjármálalegrar stöðu í samfélaginu og það hefur kostað sitt. Það búið að þurfa að skera hér niður ýmislegt, bæði það sem snýr að starfsmönnum og eins hafa álögur og íbúa verið auknar til þess að mæta eða til þess að vinna á þeim vanda sem að við hefur verið að glíma. Eitt af þessu sem að við þurftum að eiga við var og að ná niður skuldum sem að hafa verið ómiklar og langt umfram þau viðmið sem að talist geta verið ásættanleg. Okkur hefur miðað misvel í þessari vinnu. Þó höfum við séð það núna undanfarnar vikur að einhver árangur væri að nást í þessu og það var svo komið fyrir ekki löngu síðan að stærstur hluti kröfuhafa var tilbúið til þess að fara í ákveðna vegferð með okkur og afskrifa ákveðna hluta skulda til að létta á þeirri stöðu sem við erum í. En við vorum með ákveðna dagsetningar í síðustu viku og það var ákveðin hluti kröfuhafa sem var ekki tilbúin til þess að fallast á það samkomulag sem fyrir lá og þá sá meiri hluti bæjarráðs ekkert annað í stöðunni en að
það yrði að fara með þetta til eftirlitsnefndar þar sem að fyrir sig væri greiðslufall hjá Reykjaneshöfn sem átti sér stað fyrir helgina og málinu eru þá vísa til nefndarinnar sem að myndi þá skipa Reykjanesbæ sérstaka fjárhagsstjórn. Frá því að þetta átti sér stað þá höfum við verið að ræða við hlutaðeigandi aðila og verið að reyna að finna leið til þess að koma í veg fyrir að þessi staða yrði uppi og það var nú ekki svo sem ekkert útlit fyrir það að okkur tækist það að ná einhverju lendingu en með þrjósku og yfirsetu þá hefur okkur borist bréf eða árangurinn af því var það að við fengum bréf rétt fyrir bæjarstjórnarfund áðan sem að ég ætlaði með leyfi fundarins að lesa fyrir fundinn sem að kemur frá lögmannaskrifstofu sem að kallast lögmenn Bárugötu og undir þetta bréf skrifar Stefán Árni Auðunsson og Tómas Hrafn Sveinsson. Þetta eru þeir sem hafa verið í forsvari fyrir lífeyrissjóðina í þessum samningsumleitunum og bréfið er svohljóðandi. Reykjavík 19. apríl 2016. Með vísan til fyrri bréfa og samskipta síðustu daga er það áréttað fyrir hönd skuldabréfa eigenda að vilji er til að ræða mögulegar úrlausnir vegna skuldavalda Reykjaneshafna og Reykjanesbæjar. Ýmsir möguleikar hafa verið nefndir til að mæta þeim greiðsluvanda sem er til staðar, sem gæti verið grundvöllur slíkra viðræðna og þá mun sú vinna sem unnin hefur verið til þessa nýtast aðilum vel. Það er mat okkar að frestun ákvörðunar að óska eftir aðkomu fjárhagsstjórnar 2 til 3 vikur geti nýst vel til að láta á viðræðugrundvöll reyna. Og undir þetta skrifa þeir sem áður voru nefndir Stefán Árni Auðunsson og Tómas Hrafn Sveinsson. Í framhaldi af þessu bréfi viljum við leggja fram tillögu og láta reyna á þennan framkomna vilja sem að birtist í þessu bréfi og ég vil með leyfi fundarins leggja fram tillögu sem er svohljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fresta 5. máli er varðar tilkynningu til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til næsta fundar. Orðalaust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er kannski ekki það sem ég átti von á að okkur tækist að gera. Ég held hérna á gögnunum sem við ætlum að kynna í dag og leggja til að við færum í fjárhaldsstjórn. Við vorum fram eftir nóttu í gær og laugardagskvöldið og byrjuðum 7 morgun og það voru einhvern veginn allar bjargir bannaðar en síðan kom þetta bréf, ég held að hann hafi verið 6 mínútur í 5. sem þetta bréf barst. Þannig að við teljum meiri hlutin að við viljum reyna á þetta, sjá hvort á þessum 2 vikum sem eru framundan að hvort að þessir kröfuhafar sem höfðu hafnað samkomulagi áður meini það sem þeir segja. Og við viljum gefa þeim 2 vikur. En málið er engu að síður mjög alvarlegt og ég hugsa að margir hafi verið svefnlausir síðustu daga yfir því sem átt að gerast hérna í dag. En 5 mínútur fyrir, svona er þetta stundum og við skulum vona að þetta sé dæmi bjartari tíma eins og ég sagði áðan. Það vilja allir flytja í Reykjanesbæ, við skulum vona að þetta sé gott dæmi það. Þannig að við heils hugar tökum undir þetta. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, það er
gott mál að það skuli liggja hér fyrir tillögum frestun sem við munum samþykkja. Ég vek athygli á því að í bréfinu talað ýmsar leiðir sem að menn vilja ræða og fjalla og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að vera opin fyrir ýmsum leiðum. Okkur hefur kannski aðeins greint á það að það væri bara ein leið í þessum viðræðum, en þarna verið að nefna möguleika og ég vona að við séum öll sammála að finna bestu leiðir. Takk fyrir þetta, Árni. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, ég sammála síðasta ræðumanni, bæjarfulltrúa Árna, að þetta skynsemi af hálfu lífeyrissjóðanna og skuld þessara sem að samþykktu ekki niðurfellingu eða afsláttinn af skuldunum, einfaldlega vegna þess að það skynsamt að semja það frekar heldur en að fá einhvern nauðungardóm eða nauðasamning yfir sig. Það heilbrigðara og ég á von á því að ef það úrrætist að það verði lífeyrissjóðunum farsæll að semja þessar skuldir heldur en að við förum undir fjárhagsvanda. Ég held að þeir tapi meira á því að verði að fella niður meiri og hærri upphæð af skuldunum heldur en ef þeir sendum það. Þannig að þetta skynsamt fólk sem þar við stjórn. Voru Kristinn, orðið laust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil kannski vekja athygli á því að í fyrsta skipti í 18 mánuði síðan við hófum þessa vegferð, 18 mánuði síðan við áttum fyrsta fundinn, að þetta í fyrsta skipti 6 mínútur fyrir 5 eða 5 mínútur fyrir 5 í dag sem að lífeyrissjóðirnir viðurkenna það að það sé greiðsluvandi hjá Reykjanesbæ. Það hefur ekki verið viðurkennt fyrir. Það kannski stærsta orðið í þessu bréfi sem fær okkur til að fresta. Ég vil líka kannski segja það að þetta ekki alveg í okkar höndum að fresta svona ákvörðun. Okkur ber að tilkynna til eftirlitsnefndar að skila lyklunum ef við teljum að við getum ekki staðið við skuldbindingar okkar. Þannig að þetta ekki alveg eins og þetta sé eitthvað val hjá okkur að afhenda ekki lyklunum. En að höfðu samráði við eftirlitsnefndina núna nokkrum mínútum fyrir að þá fellst hún á þetta, telur að sé grundvöllur til að halda áfram. Annars sem ég vil líka nefna í þessu tilfelli það að það kannski ekki alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Árna Sigfússyni að halda því fram að við höfum bara rætt eina leið. Við höfum farið yfir 10-12 mögulega leiðir á þessu langa ferli. En það kannski ekki ástæða til að vera að fara yfir það núna en við höfum gert það. Við höfum ekki verið fastir í einni leið. Við höfum bara reynt að leita leiða þannig að framtíð íbúa í Reykjanesbæ verði betri og þá höfum við velt öllum steinum sem til eru í því. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós. Þá vil ég bera upp þessa tillögu að ég kannski lesa hana bara aftur. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fresta 5. máli varðar tilkynningu til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til næsta fundar. Þessi samþykkja. Jú, næsti fundur fyrsti fundur í maí. Þannig það til næsta fundar 3. maí. Sjálfsagt mál að verða við því. Og tillagan samþykkt 11-0. Þá komið að síðasta lið á dagskrá sem ársreikningar Reykjanesbæjar og stofnana hans vegna ársins 2015 og það fyrri umræða
og það er Kjartan Már Kjartansson sem að fylgir reikningunum á hlaði. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bið ykkur afsaka að röddin aðeins. Hún áða til að detta út. Hún ekki alveg dottin út en hún ekki eins og náða sér. En þið hafi nú fengið í hendur ásetning Reykjanesbæjar og hann lagður hér fram til fyrri umræði í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar, sviðsstjóra fjármálasviðs og deildarstjóra reikningshalds og allra starfsmanna fjármálasviðs fyrir mjög góða vinnu. Þetta í fyrsta skipti sem að ársreikningur að öllu leyti unnin hér af starfsmönnum bæjarins og afar ánægjulegt að við skulum búa yfir svo öflugu starfsfólki sem raun ber vitni. Það margt sögulegt í þessum reikningi. Hann eins og framkom hér áðan, hann í mjög góðu horfi og mun betri útkoma í ýmsum kennitölum sem að ég reikna með að bæjarfulltrúar munu glögga sig á núna á milli funda. Þetta fyrri umræða og ég veit að þið eru að sjá þennan reikning í fyrsta skipti núna og ætla bara aðeins svona að hlaupa yfir nokkra staðreyndir. Það á þessum blöðum sem eru þarna fremst í reikninum og svo getum við þá rætt hann eða vísa hann til annarar umræðu á næsta fundi. En samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta Reykjanesbæjar þá námu rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2015 17.510,8 milljónum króna eða 17,5 milljarði. Rekstrartekjur bæjarsjóðs A-hluta námu 11.012,9 milljónum. Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins námu 5.996,2 milljónum króna fyrir samstæðu A- og B-hluta. Laun og launatengd gjöld A-hluta bæjarsjóðs námu 5.068 milljónum og meðaltal stöðugilda samstæðu A- og B-hluta voru 939 stöðugildi í heildinni allri og meðaltal stöðugilda A-hluta bæjarsjóðs voru 840. Veltufé frá rekstri A-hluta bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvætt 1.042,3 milljónir eða rétt rúman milljarð króna en að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða rekstrarniðurstaða neikvæð 193,5 milljónir króna. Veltufé frá rekstri samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 3.429,6 milljóna króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaða neikvæð 455,4 milljónir króna. Þannig að það sem þið sjáið að gerast þarna að fjármagnsliðirnir að íþyngja þessum rekstri verulega. Nú skuldaviðmið samstæðunnar A- og B-hluta 228,23% og hefur lækkað úr 232,67% frá síðasta árinu, frá árinu 2014. Skuldaviðmið A-hluta bæjarsjóðs 191,23% og hefur lækkað úr 228,09% frá árinu 2014. En í þessum fjármálareglum öllum og skuldaviðmið þá verið að miða við skuldaviðmið samstæðunnar. Þannig að A-hluta skuldaviðmið þarna það meira til uppsingar. Nú íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2015 var 15.233 og fjölgaði tæp 2,07% frá fyrra ári, sem mjög mikil fjölgun. Samkvæmt verkefnaáætlun bæjarstjórnar sem gengur undir nafninu Sóknin átti að auka veltufé frá rekstri A-hluta bæjarsjóðs 900 milljónir króna. Í ársreikningi 2015 veltufé frá rekstri A-hluta 1.042,3 milljónir króna eða 9,46%. Jafnframt átti að draga úr fjárfestingu samkvæmt sókninni og í ársreikningi 2015 fjárfestingar 179,5 milljón króna og lækka úr 780 milljónum frá árinu 2014. Liður 3 í sókninni fjallaði sölu eigna og endurskipulagningu skulda og liður 4 að stöðva fjárflæði frá A-hluta bæjarsjóðs yfir í fyrirtæki í B-hluta svo sem Reykjaneshöfn og fasteignir Reykjanesbæjar. Því til viðbótar hefur sveitarfélagið langt skeið átt í viðræðum við kröfuhafa mögulega lækkun skulda.
ef við aðeins fjöllum A-hlutann einan og sér, bæjarsjóður sem sinnir öllum almenna rekstri bæjarins skilaði jákvæðu veltufé frá rekstri fyrir afskriftir og fjármagnsliði 1.042 milljónir króna sem er 9,46% af tekjum. Eftir afskriftir veltufé frá rekstri 652,4 milljónir eða 5,9% af tekjum. Eftir fjármagnsliði reikningshaldslegar afskriftir og óvenjulega liði ekstra niðurstaða A-hluta neikvæð 193,5 milljón króna en viðaukaáætlun gerir ráð fyrir 415 milljóna króna rekstrahalla á bæjarsjóði. Þannig að það nú talsvert betri afkoma þarna þó við séum enn í mínus. Heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Eignir bæjarsjóðs eru bókfærðar á 25.333 milljónir eða rúma 25 milljarða. Þar af eru veltufjármunir 1829,2 milljónir króna, skuldir bæjarsjóðs með lífeyrisskuldbindingum og leiguskuldbindingum eru 22.774 milljónir eða 22,7 milljarðar, þar af eru skammtímaskuldir 2.088,8 milljónir króna. Vaxtaberandi langtímaskuldir A-hluta bæjarsjóðs við lánastofnanir eru 2.165 milljónir króna, fjármagnstekjuskattur eru 176 milljónir króna og heildarleiguskuldbindingar eru 14 milljarðar og 244 milljónir króna. Í sjóðstreymi sést að hreint veltufé frá rekstri er 1139 milljónir króna en handbært fé frá rekstri er neikvætt 39 milljónir króna. Veltufjárhlutfall er 0,88 og hækkar úr 0,39 frá árinu 2014. Bókfært eigið fé hjá A-hluta bæjarsjóðs er 2.558 milljónir króna og eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs hækkar á milli ára úr 8,32% í 10,10%. Skuldaviðmið eins og áður segir 191,23% og skuldahlutfall er rúm 206% í A-hluta. Og þá að lokum samstæðuna á B-hluti. Samstæða á B-hluta skila jákvæðu veltufé frá rekstri fyrir afskriftir og fjármagnsliði 3.429,6 milljónir króna sem er 19,59% af tekjum. Eftir afskriftir er jákvætt veltufé frá rekstri 2.276 milljónir króna sem er 13% af tekjum. Eftir fjármagnsliði, reikningshaldslegar afskriftir og óvenjulega liði er rekstrarniðurstaða neikvæð 455,4 milljónir en viðaukaáætlun gerir ráð fyrir 507,8 milljóna króna hallarekstri á samstæðu. Þannig að reksturinn heldur skárri þó að enn sé halli. Eignir samstæðu eru bókfærðar á 50.000 eða 50 milljarða, rúma 50 milljarða, 50.112 milljónir króna. Þar af eru veltufjármunir 5.869 milljónir króna. Skuldir samstæðu með lífeyrisskuldbindingum og leiguskuldbindingum eru 43.639,9 milljónir króna og þar af eru skammtímaskuldir 5.489 milljónir króna. Vaxtaberandi langtímaskuldir samstæðu við lánastofnanir eru 17.592 milljónir eða 17,5 milljarður og fjármagnstekjuskattur eru 176 milljónir króna og heildarleiguskuldbindingar eins og áður segir 13,9 milljarðar króna. Í sjóðstreymi sést að hreint veltufé frá rekstri eru 2.763,4 milljónir og handbært fé frá rekstri er 2.456,4 milljónir króna. Veltufjárhlutfall samstæðan er 1,07 og lækkar úr 1,12 frá árinu 2014. Bókfært eigið fé hjá samstæðu með hlutdeild minnihluta er 6.472 milljónir króna og eiginfjárhlutfall samstæðu lækkar á milli ára úr 15,33% í 12,92%. Nú að lokum skuldaviðmið samstæðunnar er 228,23% og skuldahlutfall er 249,22%. Nú, virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef hér rakið svona helstu kennitölur og það er náttúrulega margt í þessu reikningi sem vert er að skoða og skýringar sem ég hygg að bæjarfulltrúar vilji glöggva sig á og lesa og við væntanlega tökum þennan reikning til
umræðu og meðferðar í bæjarráði á milli funda eins og vaninn er. En ef það er einhverjar spurningar þá skal ég gera mitt besta til að svara þeim. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Orðið laust. Páll Hreinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ásetningur bæjarsjóðs liggur nú fyrir ársins 2015 og ljóst að skatttekjur hafa vaxið mikið á milli ára eða tæplega 1240 milljónir króna. Og af þeirri upphæð eru samkvæmt upplýsingum fjármálastjóra 250 milljónir króna tilkomnar vegna tímabundins auka álags á útsvarið sem að þýðir leið að það er það bil 1000 milljónir sem er tekjuaukning hjá Reykjanesbæ á milli árana 2014 og 2015 vegna fjölgunar íbúa, hærri launa, hærra atvinnustigs, minna atvinnuleysis, fjölgunar íbúða sem greiða fasteignaskatta og svo mætti áfram telja. 1000 milljónir sem koma aukalega til sveitarfélagsins í tekjum sem við getum þá reiknað með að séu varanlegar tekjur. Það er að segja munu skila sér áfram þó svo að menn taki ákvörðun að fella niður auka álag og útsvar sem hefur núna verið í gildi á annað ár. Á sama tíma er rétt og skylt að ræða það hefur tekist að halda niður heildarkostnaði í rekstri A-hlutans sem að vex aðeins rúmar 100 milljónir á milli ára. Og það er vel gert, góður árangur og þar með næst sá árangur að jafnvægi var í rekstri bæjarsjóðs á árinu 2015. Á árinu 2015 voru greidd niður skammtímalán ásamt afborgunum lána upp á tæplega 1000 milljónir, upp á tæplega 1100 milljónir fyrirgefið, 1100 milljónir og skuldir lækka 1000 milljónir á milli ára eða fara úr 23,8 milljörðum í 22,8. Með öðrum orðum að þá hækka tekjur og skuldir lækka. Skuldaviðmið bæjarsjóðs sem var 292% fyrir 4 árum síðan, 228% í árslok 2014 og það er núna komið niður í 192%. Niður fyrir þá tölu sem við vitum að kallar á sérstakt eftirlit af hálfu eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. En eins og menn muna þá nota þeir 200% viðmiðið. Þeir sem eru þar fyrir ofan eru í sérstakri gæslu en það er fylgst með hinum sem er á milli 150 og 200% hlutfallinu. Þannig að skuldaviðmiðið hefur þá lækkað 100% stig á 4 ára tímabili eða jafnað 25% stig á ári. Mér langar að vekja athygli á þessu vegna þess að það hefur nú verið heilmikið í umræðinni þó svo að menn hafi ekki mátt nota þessar tölur en það reikningurinn ekki birtur fyrir nú. Nú í samstæðunni er reyndar ekki alveg sama upp á teningnum þó vissulega hafi allt farið í rétta átt. Tekjurnar eru að aukast 1400 milljónir, skuldir aukast 3 milljarða eins og bæjarstjóri nefndi fyrst og fremst. Er þar að ræða skýringu vegna aukinna skulda HS Veitna og hækkunar á lífeyrissjóðsskuldbindingum. En enga síður þá lækkar skuldaviðmið samstæðunnar á milli ára, skuldaviðmiði sem var 297% á árinu 2012 þegar lögin voru sett, 233% fyrir ári síðan, það er nú komið í 228%. Þannig að skuldaviðmiðið hefur lækkað þá 70% stig á 4 árum frá því að viðmiðin voru sett eða jafnaði rúmlega 15% stig á ári frá árinu 2012. Og það þýðir með sama áframhaldi að þá mun skuldaviðmið samstæðunar ná niður fyrir 150% innan viðmiðunartímans, það er að segja innan 6 ára, jafnvel árinu 2020 ef að vel gengur. Það er ánægjulegt að fara yfir þennan ásetning, hann er jákvæður og góður, miklar auknar tekjur og eins og áður segir hefur tekist að halda vel í horfinu gagnvart rekstrinum. Það er
Það er mikilvægt líka. Það er rétt að minna á það að í samkomulagi sem að Reykjanesbær gerði við innanríkisráðherra þann 31. desember 2014 að þá voru sett 3 markmið í rekstrinum vegna ársins 2015. Þetta var sérstakt samkomulag sem við gerðum vegna þeirra aðgerða sem við vorum að vinna að og 3 mál sem við áttum að, eða 3 viðmið sem við áttum að ná. Í fyrsta lagi að framlegð frá rekstri í samstæðunni væri að minnstakosti 18% hærri heldur en á árinu 2014 og það liggur þá fyrir í þessum ársreikningi að framlegðin jókst 32% á milli þessara 2 ára. Í öðru lagi að rekstrar niðurstaðan verði að minnstakosti 500 milljónum betri en á árinu 2014 og það liggur fyrir að hún náði því mjög ríflega en næstu því 3 sinnum. Og í þriðja lagi að skuldaviðmið samstæðunnar yrði ekki yfir 230% í árslok 2015 og nú liggur fyrir að það var rétt innan við það mark eða 228,3%. Þannig að niðurstaðan í þessu er jákvæð og bara ástæða til að taka þetta til skoðunar og þá umfjöllunin í bæjarráði og afgreiðslu í næstu bæjarstjórn. Takk fyrir þetta Böðvar, orðið laust. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, það er ástæða til að þakka fyrir mjög góða vinnu hjá bæjarstjóra og bæjarstarfsmönnum. Það er mjög góð framþróun í þessum ársreikningi og gerð þess ársreiknings sem er alveg vert að nefna. Við erum með fjármálastjóra hjá okkur sem hefur starfað hjá okkur í 8 ár og er gríðarlega öflugur og dugmikill og er hér að taka vel á með öflugu liði. Ég minni jafnframt á að þetta var í fyrsta sinn sem fjárhagsáætlunum var samþykkt samhljóða. Við gerðum það hér bæjarfulltrúar og stóðum saman að sókninni og niðurstaðan er þessna enn ánægjulegri. Árangurinn er mjög góður eins og hér var nefnt að þá er framlegð mun hærri en við settum okkur. Rekstrarafkoman mun betri og skuldaviðmið undir því hámarki sem sett var. Það er alveg ástæða til þess að óska bæjarstjóra og bæjarstjórn meirihlutanum til hamingju með þessa ágætu niðurstöðu. Við sjálfstæðismenn viljum leggja fram bókun sem er svo hljóðandi með leyfi forseta. Ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir árið 2015 boðar betri fjárhagslega afkomu Reykjanesbæjar. Tekjur bæjarins jukust verulega á árinu og talsvert umfram meðal tekjuaukningu sveitarfélaga þótt frá sér dregið tímabundið á aukaálaga útsvar. Það er vegna þess að loksins hefur atvinnulífið tekið verulega við sér bæði með öflugur uppbyggingu í kringum flug og ferðaþjónustu og uppbyggingu mannvirkja fyrir kísilver og rafræn gagnaver, öflugt frumkvöðlastarf í Reykjanesbæ. Fjárfestingar til að standa undir sterku atvinnulífi og samfélagi til framtíðar sem kostað hafa miklar lántökur eru loks að skila sér eftir langa bið og mikil áföll. Íbúafjölgun er langt umfram meðalfjölgun í íslenskum sveitarfélögum og horfur eru á enn frekari aukningu íbúa samkvæmt þróun á fasteignamarkaði samanber sölu eigna á Ásbrú. Atvinnuleysi fer stöðugt minnkandi og fjárútgjöld sveitarfélagsins meðal annars vegna fjárhagsaðstoðar og annarra fylgikvilla atvinnuleysis fara lækkandi. Bæði ársreikningur 2015 og fyrstu mánuður þessa árs sýna að tekjur bæjarfélagsins eru að aukast mun hraðar en áætlanir hafa gert ráð fyrir. Bæði er að ræða fjölgun íbúa langt umfram meðaltalsfjölgun í sveitarfélögum og einnig auknar tekjur á hvern íbúa. Skuldahlutfall er því að breytast hratt því það tekur mið af tekjum sveitarfélagsins á móti skuldum. Ef tekjurnar hækka en skuldir standa í stað, lækkar skuldahlutfallið og enn frekar ef unnt er að semja skuldalækkun, bæði með niðurfellingum hluta skulda eða lækkun vaxta. Reykjanesbær hefur frá stofnun verið afar skuldsett sveitarfélag og svonefnt skuldahlutfall var 270% árið 2002. Skuldaviðmið sem sett var fyrir 4 árum á að geta verið komið niður fyrir sett markmið á tilsettum tíma eftir 6 ár, hvort sem horft til bæjarsjóðs eða samstæðu Reykjanesbæjar.
Skuldaviðmið bæjarsjóðs hefur lækkað síðustu 4 ár úr 292% í 192% og skuldaviðmið samstæðunar úr 297% í 230%. Með sömu þróun mun Reykjanesbær því ná viðmiðum sínum innan tíma marka. Þó viðræður sveitarfélagsins við kröfuhafa þess hafi siglt í strand í bili er mikilvægt að leggja ekki árar í bát, heldur leita áfram samninga. Stórar afborganir falla til á þessu ári sem þarf að endursemja Þá hlýtur það að vera eðlileg krafa sveitarfélags að skuldir sem áður voru í höndum hinna föllnu banka en hafa nú verið færðar til ríkisins með viðeigandi niðurskrift verði að minnsta kosti ekki innheimtar á hærra verði en ríkissjóður tók þær á til sín. Þá teljum við að ekki sé fullreynt með að semja við kröfuhafa Reykjaneshafnar, til dæmis hugsanlega eignaraðild þeirra að höfninni. Margt hefur samstarf við núverandi meirihluta verið með ágætum og sameiginleg sýn allra bæjarfulltrúa á að starfa vel saman og ná árangri fyrir samfélag okkar. Ítrekað hefur komið fram í því ferli sem búið að kröfuhafar bæjarins hafa viljað ganga til samninga við Reykjanesbæ en með öðrum formerkjum en lagt var upp með. Í slíkum samningum eru til margar leiðir. Samhent bæjarstjórn best til þess fallin að vinna áfram í þágu bæjarbúa með fullt umboð til ákvarðanatöku. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, ég hef ekki gert að vana mínum að bóka í fyrri umræðu en veitum að það er rétt að gera það í seinni umræðunni. En þetta kemur ekki af bara sjálfum sér held ég, þessi bót á rekstri Reykjanesbæjar, hvort sem litið til A eða B-hlutar eða samstæðunar. Þetta gríðarlega, við bara munum það hér á fyrsta hausti sem við vorum 2014, það var farið í gríðarlega erfiðar ákvarðanir sem að sóknin sem að voru inn í sókninni. Það var uppsögn á starfsmönnum, það var niðurskurður í launa eða aksturspeningum og óunninni yfirvinnu. Þannig að þetta kemur pínulítið ekki pínulítið, bara mjög mikið við starfsmenn bæjarins og ég held að við verðum öll að þakka þeim fyrir þá þolinmæði og þann árangur sem að þessi birtist í þessum ársreikningi. Útsvarið, auka álagið á útsvarið, það er að þó að sé nemi ekki nema 250 milljónum að þá það umtalsvert og einn liður það EBITDA eða framleiðin. Mér skilst að svona heilbrigðan hátt þá þurfi sú prósentutala að vera 15% hjá sveitarfélögum á Íslandi til þess að ná sem sagt, svona, það sé heilbrigðiseinkenni á rekstri sveitarfélags að það skuli vera 15%. Okkur vantar töluvert á það, rúm 5%. Það 9,46% í þessum ársreikningi. Þannig að við þurfum að gera betur. Og ég vona innilega að það semjist við kröfuhafana að það þurfi ekki að fara undir fjárhagsstjórn eða eftirlitsnefnd með fjárhag sveitarfélaga, einfaldlega vegna þess að það bara íbúunum og öllum starfsmönnum bæjarins yrði það mjög erfitt. Og ég fagnaði því þessum ársreikningum og fagnaði líka þessu tilleiki lífeyrissjóðanna að koma aftur að samningaborðinu. Takk fyrir þetta Kristinn. Friðjón Einarsson. Forseti bæjarfulltrúar og gestir. Ég með sól í hjarta, það ljóst. Þetta búið að vera ótrúlegu dagur og ég veit ekki hvað ég á að standa þegar ég kemur upp í þessum vegna ársreikningsumræðunnar. Maður var undirbúin allt öðru heldur en þessu en mér langar þó að taka aðeins fram að þessi ársreikningur segir kannski helst það hvað það erfitt hjá okkur.
við lækkuðum laun, við sögðum við fólki, við hækkuðum fasteignagjöld, við hækkuðum útsvar. Það má ekki gleyma því að þetta er búið að vera algjör stríð fyrir íbúa bæjarins. Og við munum ekki halda áfram á þeirri braut að hækka skatta og skyldur næstu ári til að bæta árangurinn. Hann þarf að koma annar staðar frá. Þetta er besti ársreikningurinn sem við höfum séð í mörg ár. Og allir íbúar og starfsmenn bæjarins hafa fært miklar fórnir til að ná þessum árangri. Reksturinn er að batna, en skuldirnar eru svo gríðarlegar að rekstrarhliðin bliknar við hliðina. Meira að segja að þrátt við skilum svona góðum ársreikningi, þá er bærinn samt 200 milljónir í mínus. Höfnin er 400 milljónir í mínus. Við eigum langt í land. Og það er þess vegna að þrátt fyrir bættan rekstur, og við ætlum að gera enn betur á næsta ári, þá er falinn kostnaður í hverju skrefi. Fjölgun kallar á nýja skóla, nýja leikskóla, ný hverfi. Það er ekkert ókeypis í þessu. Hækkun tekna segir bara lítinn hluta. Enda hækkuðu tekjur á Reykjanesbæ síðustu 12 árin á hverju ári. Það sem er aðalatriði í dag er að gjaldahlið ársreikningsins, gjöldin, hækka ekki. Það er það sem er merkilegt við þennan ársreikning. Þau nánast standa í stað. Og það er bara einsdæmi þegar menn skoða gjaldahlið ársreikninga aftur og bak. Það er við að vera ánum með. Og ég ætla að þakka öllum í bæjarstjórn fyrir samstarfið í þessu. Það hefur gengið vel. Við höfum ekki alltaf verið sammála. Við höfum oft verið ósammála og ræðum málið þá. En okkur hefur þó borið lukka til að standa saman í þessu og ég vil hrósa öllum fyrir það. Það sýnir sig að þegar við stöndum saman sem eitt lið, eins og Leicester í fótboltanum í Englandi, þá vinnum við. Þannig að við höfum að gera það áfram. Standa saman í þessu og þá klárum við málið. Takk. Takk fyrir þetta. Já, ég vil bara fá að taka undir ánægju bæjarfulltrúa sem að hafa tjáð sig niðurstöðu þessa reiknings sem er auðvitað bara aðdáunarverð í ljósi þeirra stöðu sem að hefur hér verið og vil bara jafnframt eins og Friðjón benti á þakka þeim sem að hafa tekið á sig þessar byrðar til þess að þetta skuli hafa gerst með þessum þætti. Það er ekkert sjálfgefið í þessu og það eru margir sem hafa þurft að færa fórnir til þess að ná þessum árangri og ég vil bara sérstaklega þakka þeim fyrir það. Við skulum ekki ofmetnast yfir þessu. Þetta er ekkert spretthlaup, þetta er langhlaup. Við þurfum að gefa okkur tíma til þess að láta þetta verða þannig eins og Kristín benti hér á að við værum hér með framleið sem að væri þess eðlis að við gætum átt fyrir vöxtum og fjárfestingum sem að við eigum ekkert í dag. Við dróum niður fjárfestingar allverulega. Allir þegar að best lét þá voru hér fjárfestingar upp á einhver 800-900 milljónir á ári. Við fórum með það niður í 170. Þannig að það er búið að herða ólina hressilega. Og vonandi náum við því að geta farið að skila þessu svo tilbaka en það er ekki komið að því. Við erum með skuldahlutfall, skuldaviðmið, menn er að nefna þetta. Þetta er það sem að, þessi kennitala sem að oftast er til umræðu þegar að vera að skoða stöðu sveitarfélagsins núna. En við skulum líka bara muna það eins og hér hefur verið bent á að þetta hefur braggast vegna þess að við lögðum á auknar álögur. Við fengum auknar tekjur af útsvari og við fengum auknar tekjur af fasteignaskattinu. Þetta hefur lagað skuldahlutfallið og vonandi getum við skilað einhverju af þessu tilbaka en ekki strax. Þannig að við gleðjumst yfir áfangasigri en þetta er ekki loka áfangi. Ég vil þá leyfa mér að Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir að sýna hvað maður er orðinn léttur og glaður. Mig langar að þakka starfsmönnum og sérstaklega vil ég þakka bæjarstjóra fyrir frábæra vinnu á þessum tíma. Þið sjáuð hvað hann er orðinn þreyttur.
En án hans og hans nánustu samstarfsmanna hefði þetta ekki tekist. Bara vildi að það komi fram hér. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón. Þú sagði léttur og glaður. Ég fannst þú að segja það svo hratt að ég heyrði bara léttur og glaður. Ég heyrði það líka. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðst, þá vil ég leggja það til að áskilningunum verði vísað til seinni umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi þann 3. maí næstkomandi. Og það er samþykkt og þá er dagskráin tæmd og við munum gera hlé á fundinum og rita fundargerð.
Forseti, fundargerð 498. funda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldið 19. apríl 2016 að Tjarnargötu 12 kl. 1700. Mættir Böðvar Jónsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Baldur Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Kristín Þór Jakobsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Guðbrandur Einarsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Davíð Páll Viðarsson og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Í upphafi fundar var Guðbrandi Einarsinni þakkað fyrir að sitja sinn 200. fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Fyrsta mál. Fundargerð bæjarráðs 7. og 14. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristín Þór Jakobsson, Böðvar Jónsson og Friðjón Einarsson. Fyrsti liður B í fundargerð bæjarráðs nr. 1070 kemur til afgreiðslu í 5. máli fundarins. Fundargerðirnar samþykktar 11:0 að öðru leyti. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 12. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tók Magnea Guðmundsdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kristín Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson og Elín Rós Bjarnadóttir. Samþykkt að vísa öðrum lið fundargerðarinnar varðandi brekatal 13 til umhverfis- og skipulagsráðs 11:0. 10. liður í fundargerðinni nýtt deiluskipulag Reykjanesvita og nágrennis var borin sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11:0 að öðru leyti. Þriðja mál, fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs 5. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Kristín Þór Jakobsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál, fundargerð velferðarráðs 7. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Árni Sigfússon og Kristín Þór Jakobsson. Fundargerðin samþykkt 11:0. 5. mál, tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til 2. málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Gögn lögð fram á fundi. Guðbrandur Einarsson kynnti bréf frá ráðgjöfum lífeyrissjóða þeirra sem eru kröfuhafar Reykjaneshafnar dagsett 14. apríl 2016. Í bréfinu kemur fram vilji lífeyrissjóðanna til frekari viðræðna vegna fjárhagsvanda Reykjanesbæjar og stofnana hans. Lögð var fram á bæjarfulltrúum eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fresta 5. máli eða varða tilkynningu til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til næsta funda 3. maí 2016. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon og Kristín Þór Jakobsson. Samþykkti 11:0 að fresta málinu til næsta fundar 3. maí 2016. 7. mál. Ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2015 fyrir umræða. Ársreikningurinn lagður fram á fundi. Forseti gaf Kjartani Má Kjartansinni orðið laust. Fór hann yfir ársreikningar Reykjanesbæjar og stofnana hans. Til máls tóku Böðvar Jónsson og Árni Sigfússon sem lagði fram eftirfarandi bókun sjálfstæðismanna vegna ársreiknings Reykjanesbæjar 2015. Virðulegur forseti, ég fekk þessa bókun í rafrænum hætti og óska eftir því að þurfi að lesa hana ekki. Til máls tóku Kristín Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson samþykkt 11:0 að vísa ársreikningi til síðari umræðu 3. maí næstkomandi. Fleiri ekki gert. Þeir sem að samþykkja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Fundargerðin verður því undirrituð 498. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.